Síðan hér í 4. og 5. tölulið breyting annars vegar á malbikunarstöð á Glerárdal sem lýtur að aðalskipulagi og hins vegar deiliskipulagsbreyting við Súluveg, hvoru tveggja sama máli. Ég leyfi mér að taka hvoru tveggja málin á dagskrá í einu ef ekki hreyft við því mótmælum en hyggst bera upp til afgreiðslu sitt í hvoru lagi. Það engin mótmæli við því og þá tökum við á dagskrá 4. og 5. tölulið og það Jón Ingi Sesarson sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi og síðan tillögu að deiliskipulagi fyrir malbikunastöðin á Glerárdal. Óskað var eftir umsögnum heilbrigðiseftirlitsins, umhverfisnefndar, umhverfisstofnunar og Hörgárbyggðar þessa tillögu. Og svar barst frá heilbrigðisnefnd sem gerir engar athugasemdir aðrar en að þeir benda á að stöðin sé háð starfsleyfi og eftirliti umhverfisstofnunar. Umhverfisnefnd dagsetti athugasemd sína 23. janúar 2009 og þeir leggja til að lína sem táknar verndarsvæði við Glerá verði endurskoðuð og mörkuð nákvæmlega og leggja á það áherslu að lóð malbikunastöðunar verði öll utan endurskoðara línu. Í 3. lið umhverfisstofnun gerði eftirfarandi athugasemd. Malbikunastöðin á svæði sem á náttúruminjaskrá. Samkvæmt náttúruminjaskrá svæðið Árgil Glerár frá Bandagerðisbrú við Sólvelli, upp gil eða ármótum Glerár og Hlífár. Gróðuríkt gil, skógarlundir, fjölbreyttar rofsmyndanir, fossar, skessukallar og skútar. Söguminjar. Og síðan bendir umhverfisstofnun á að samkvæmt 23. grein náttúruverndarlaga sé óheimilt að setja niður girðingu á vatns, ár eða sjávarbakka þannig að hindri umferð gangandi manna. Og því ætti að gera ráð fyrir gönguleið meðfram Glerá. Síðan vakin á því athygli að raska svæði virðist aðeins umfangsmeira á loftmynd en tilgreint á skipulagsuppdrættinum. Ef allt raska svæði tilheyrir malbikunastöðinni telur umhverfisstofnun að það eigi að koma fram á skipulagsuppdrætti. Og í 4. lagi sveitarstjórn Hörgárbyggðar, hún gerði ekki athugasemd við skipulagstillöguna. Það kemur fram í bókun skipulagsnefndar að tillögunni hefur verið breytt til samræmis við tillögu umhverfisnefndar og það hefur verið mörkuð ný lína á uppdráttinn þar sem að lögbundinnar fjarlægðar gætt við ána. Jafnframt öll lóðin færð til suðu sem nemur 45 metrum, þannig að öll starfsemin mun færast frá gilbakkan. Jafnframt gert ráð fyrir að gróðursett verði í kringum svæðið og það gert allt meira aðlaðandi en hefur verið. Jafnframt gert ráð fyrir að raskaða svæðið sem umhverfisstofnun talar næst áni verði lagað til og grætt upp. Þannig að skipulagsnefnd telur þessa tillögu, þar sem að malbikunastöð Akureyrarbæjar ætlar að fara í uppbyggingu og þetta hefur aldrei verið á skipulagi, þá gert ráð fyrir að þetta komi inn með þessum hætti núna. Og meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst, tillögurnar verði auglýstar eins og þau liggja fyrir hér. Orðið laust 4. og 5. tölulið. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þessi tillaga, hún í raun kallar fram umræður malbikunastöðina sem slíka, staðsetningu hennar og þá möguleika sem að bærinn hefur til þess að leggja þessa starfsemi af og hvenær það getur orðið. Nú vill svo til að á þessum tíma núna sem að þetta mál í ferli að þá hefur einkafyrirtæki hér í bænum, Norðurbygg, óskað eftir viðræðum við bæinn að koma að þessum málum, að segja að framleiða malbygg fyrir Akureyrarbæ. Reyndar hefur það fyrirtæki orðið fyrir þungu áfalli nú í nokkrum dögum og vottaði tilheyrandi aðstandendum samúð mína. Þetta fyrirtæki á 2 malbikunarstöðvar í dag
og getur annað og miklu meira en það því sem að Akureyrarbær hefur verið að framleiða. Menn hafa haft að því áhyggjur, þar að segja okkar fulltrúar, embættismenn hjá Akureyrarbæ, að einkafyrirtæki geti ekki afhent malbik á þeim tíma sem að bærinn þarf á að halda. Menn hafa haft áhyggjur af einokunarstöðu og verði og öðru. Ég tel að þessar áhyggjur sé að mörgu leyti óþarfar því þetta að sjálfsögðu samningsatriði ef að virði. Ég ekki að segja þetta þurfa að gerast akkurat núna. Starfsleyfi stöðvarinnar ef ég veit rétt til 2015 og þar að leiðandi svo sem þannig sé nógu tími til þess að skoða máli í rólegheitum. Ég held hins vegar að það hljóta koma að því og fyrir en 2015. Ekki síst í ljósi þess að Glerárdalur að byggjast upp sem fólkvangur hægt og rólega og mun gera það á næstu árum. Tímapunkturinn auðvitað hvenær urðun lýkur og í framhaldi af því mun sennilega þróunin verða mjög hröð og þá auðvitað malbikunarstöð á þessum stað alveg í sjálfum sér út úr korti. En þetta eru hluti sem að þarf að ræða og skoða og eins og ég segi það þarf ekki að gerast þessa ári. Það hafa verið töluvera framkvæmdir á malbikunarstöðinni, þar að segja að það búið að skipta þar síló sem að breytir starfseminni verulega mikið, sparar akstur og fleira og gerir stöðuna í sjálfum sér betri þannig séð. Mér í raun og veru, mér finnst það hálfgerð aukaatriði þessi atriði í skipulaginu með gróðusetningu og færa þetta einhverjum 40-50 metrum frá ánni. Gróðusetning breytir ekki þessari grunnstarfsemi, þetta auðvitað efnaframleiðsla sem mengar og það gerir ósköp lítið fyrir þessa framleiðslu og þessa verksmiðju þó að það sé búið að setja einhverja hríslur þarna í kring. Máli snýst fyrst og fremst það, ekki hvort heldur hvenar starfsemi verður aflögð og hvenar verður hætt, hvenar við treystum okkur til þess að fara með þetta yfir í einkaaðilana sem að hafa sannarlega tæki og tól til þess núna og margfaldað afkasta getu með það sem við þurfum. En hún auðvitað barnsins tíma þessi stöð. Af hverju var valinn staður þarna hreinlega veit ég ekki á sínu tíma nema að hún mengaði náttúrulega miklu meira þegar hér á árum áður en að mengunarvarnabúnaður var betri. En eins og ég segi þetta kallar á auðvitað þessa umræðu og það auðvitað svolítið sérstakt núna að því að þessi þróun að eiga sér stað með Glerárdalinn og auðvitað gríðarlega mikið að vera á Glerárdalssvæðinu, alveg stórum hluta af dalnum, allt frá ökugerðinu sem á að koma austast og svo allt upp að svæði Skotfélagsins og síðan auðvitað gönguleiðum og hugsanlegum breytingum á þeim sem nú einmitt í bígerð að hópi áhugamanna sem sótt hafa aðstoð bæjarins við að breyta þeim leiðum. En eins og ég segi, þetta í mínum huga tímaspursmál, hvenær við afleggjum þessa starfsemi. Ég hefði viljað sjá það fyrr en síðar og þarlendi held ég að skipulagið í tengslu við þessa malbikunarstöð núna, það auðvitað þurft að koma í tengslu við þetta aðalskipulag en verður eflaust til skamms tíma. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég geri það með miklum fyrirvara að samþykkja þetta, að þetta fari í þetta skipulag hér, því að ég veit bara reyndar að það ekki hægt að starra kæsastöðu og hún sé á skipulagi. Og eins og ég segi, ég neyðist til þess að samþykkja þetta. En ég verð að vera algjörlega viss það sé ekki, ég tek undir með Jóhannesi Bjarnasyni, bæjarfulltrúa, það ekki spurning hvort heldur bara hvenær þessi starfsemi verður færð og á þessum síðust og vestu tímum þá það ekki tilefni til. En þetta auðvitað atvinnustarfsemi sem að þarf að komast auðvitað að fá góðan stað undir sína starfsemi eða hvort að það verður farið í að leysa það með öðrum hætti að framleiða malbik. Mér til dæmis fyndist að hefði verið alveg voðalegt að þau þurft að keyra þaðan öll malbik í flugvöllin og efni.
þetta svo erfitt að hafa þessa miklu flutninga þarna, fara í gegnum íbúðahverfin. En eins og ég segi, mér finnst það ágætt strax að hnykkja þessu aðeins til suðurs, því að það fer nú ekki mikil gróður þar undir, og huga strax að því að minnst kosti að græða upp það sem utan markalínunar sem verður núna, eða sá í það, binda það minnst kosti. Og það auðvitað skiptir nú litlu svona fegrunaraðgerðir héðan í frá með runna og annað slíkt, en allt bindur það þó reyk. Svo framalega sem það þá ekki að rífa það aftur upp og ríða því frá. Og það auðvitað vissulega allt annað að sjá núna hvernig ríkið bundið og hvernig gengið en það akkúrat mitt starfsemi sem á að vera annar staðar. Og ég, með þess starfsemi ég meira til í að skoða hvort það verður leyst á annan máta, hvernig það verður leyst og það þá hægt að skoða það hvort það hægt að kaupa aðra stöðu eða setja upp einhverja ný tískustöðu eða hvort að bærin á að kaupa þetta af verktökum. En aðallega er þó líka við finnum að skoða hvernig malbik ætlum að nota hérna göturnar. Það nú bara hreinlega að manni finnst þetta núna, þetta sé nú bara eins og hafragrautur. Þetta bara allt að gefa sig og það þarf á hverju ári að smyrja í hjólförin og það verður kostnaðarsamt til þar að kemur ef við förum annarkvort að fá okkur granít til að setja í eða herða það einhvern veginn, eða ég vil steypa göturnar gegnum bæinn. En það koma tímar og koma ráð. Takk fyrir. Hafragrautur, umhverfisvænni olía. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég samþykki þessa breytingu svo að við fáum starfsleyfið, en í framtíðinni þá væntanlega verður Glerárdalur notaður sem útivistarstaður og þá tæplega malbikunarstöð í réttu umhverfi þar sem hún í dag. Ég held nú samt að þessi stöð sé löngu afskrifuð og hagkvæm í rekstri og hennar býður þó nokkuð mikið verkefni að gera bæinn fólksbílafæran og ný þegar efni og aðstæður leyfa og ég ekki viss að það sé gott að sé bara kannski einn aðili á svæðinu sem selur malbik. Það nú kannski gott að hafa smá samkeppni þar eins og annar staðar og meðan hún hagkvæm og vel rekin stöðin þá skulum við nú reyna að halda henni þarna einhver ár í viðbót, en að sjálfsögðu hún bæði gömul og þreytt og barn síns tíma, þannig að í framtíðinni verður hún ekki þarna. Takk. Orðið laust 4. og 5. tölulið. Víðir Benediktsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé nú ekki í hendi mér að við getum ekki eða þar að segja, mér finnst við eiginlega verða bara að samþykkja þetta. Við erum að tala 6 ár fram í tíman og þessi stöð nú búin að vera þarna býsna lengi og ég held að þessi tími sem við erum að tala núna skipti ekki sköpum. Kannski mun þetta verða aflagt í fyllingu tímans en stöðin til staðar og það bara staðreynd sem við getum ekkert horft framhjá, því að ef að á að færa þessa stöð til þá á eftir að finna stað fyrir hana og ég ekki að sjá í hendi mér núna á þessum tímapunkti hvar við gætum hreinlega planta þessari stöðu niður innan bæjarmarkana. Því að það komin malbikunarstöð eins og við vitum í Krossanes og það alveg takmörk fyrir því hvað hægt að stafla á það svæði, utan við að þar það svæði náttúrulega lagt undir í annað þarna utan við og svo framvegis og ég veit ekki hversu nágrannar sem að þar koma til með að verða, eru hrifnir af fleiri svona stöðum þar. Þannig að þetta þá tími sem að við verðum bara að nýta
til að ákveða þessari stöð þá nýjan stað eða hvort á að halda rekstri hennar áfram yfirleitt. Eins og hefur verið bent á eru verktakar hérna í bænum að framleiða malbik, reyndar bara einn, og það svona gerir stöðuna svolítið erfiðari. Það er ekki gott þegar við þurfum að búa við þannig hérna kerfi í viðskiptunum, en ekki það að ég ætla þeim sem að stundi þessa starfsemi í dag neitt neikvætt, nema síður sé. En ég held að ég mun allavega samþykkja þetta eins og þetta liggur fyrir, og þetta eru þau rök sem að ég sé fyrir því að við bara höfum hreinlega ekki annan stað fyrir þessa starfsemi eins og stendur. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mér finnst gæta hérna ákveðins misskilnings. Það kom fram í máli bæjarfulltrúa Baldvins að við þyrftum að gera þetta aðalskipulag til þess að fá starfsleyfi. Það er starfsleyfi í gildi sem að gefa út 2004 til næstu 10 ára. Þannig að það er ekki það sem máli snýst heldur að koma þessari stöð inn á skipulag til þess að geta farið í þann nauðsynlegu framkvæmdir sem er verið að fara í þarna. Og ég er alveg sammála ekki tekið undir það sem að hér hefur komið fram, að ef við værum að finna stað fyrir malbikunarstöð þá er þetta svo síðasti staður sem við myndum velja. Hins vegar er athafna að segja sem að stöðin þarf 2,6 hektarar, og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Víðis þá eigum við einfallega ekki annan stað fyrir þetta. Þannig að tilgangur þessa aðal- og deiliskipulagsbreytinga er fyrst og fremst að koma þessu í rétt horf. Það hefur ekki verið til skipulag af þessu svæði og við erum einfallega að klára það, þannig að það sé hægt að vera réttu megin varðandi þessar framkvæmdir sem að standa fyrir dyrum varðandi ný síl og fleira. En ég held að það sé bara verkefni okkar að komandi árum að finna þessu nýja stað. Ég veit ekki hvort okkur takist það fyrir en að við sameinumst öðrum sveitarfélögum hér á Jaðrinum, af því ég held að þessi starfsemi á heima fjarri íbúabyggð og það er bara spurning hvað við sjáum langt fram í tíman varðandi næstu staðsetningu á þessari stöð. En það er verkefni sem býður okkar að móta þessari starfsemi einhverja sín til framtíðar, en það er ekki umfjöllunarefni akkurat núna. Orðið er laust 4. og 5. tölulið. Hjalti Jón Sveinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki neitað því að við fulltrúar í umhverfisnefnd við grettum okkur svolítið þegar við fjöllum þessa tillögu. En samþykktum engu að síður að stöðin skyldi fara þarna inn í skipulag. Og ég get alveg tekið undir orð félaga míns úr VFMA, Jóhannes Árnasonar, fulltrúa í umhverfisnefnd sem satt hjá í atkvæðagreiðslunni í skipulagsnefndinni, en engu að síður ætla ég nú að greiða atkvæði með þessu. En hann segir ástæður þess eru þær að ég hef talsverðar efasemdir að malbikunarstöðin eigi að vera þarna til framtíðar. Hins vegar gerir mig grein fyrir því að malbikunarstöðin er þarna og hefur verið lengi og hún hefur haft mikil áhrif á umhverfið. En við vitum að þetta er til skamms tíma og þetta er ekki rétti staður eins og bæjarstjóri gat hér áðan. En engu að síður þá held ég ekki annarra kosta völ eins og sakir standa. Og ég held náttúrulega að stöðin hún mengi núna miklu minna en hún gerði áður fyrr, þannig að það er ólíkur saman að jafna. En hún er að sjálfsögðu ekkert augnayndi, en svona verður þetta stundarsakir. Takk. Orðið er laust 4. og 5. tölulið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og við göngum til afgreiðslu. Fyrst er hér tillaga frá meirihluta skipulagsnefndar varðandi aðalskipulag sem lýtur að breytingu varðandi malbikunarstöð á Glerárdal í 4. tölulið. Lagt er til að tillagan verði auglýst og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Og í 5. tölulið er tillaga frá meirihluta skipulagsnefndar auglýsingu og deiliskipulagstillögu fyrir sama svæði og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja það að gefa merki. Hún er sömuleiðis samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.